mér sýnist þau bara að vera til í slaginn, þannig að við gefum þeim svona eitt pressilegt klapp til að koma þeim í gírinn og segjum bara gjörðu svo vel.
Já, halló,
Alltaf tæknimennirnir að fara að stríða með núna? Nei. Þetta voru aldeilis fallegir og ljúfir tónar hjá Þingeyingunum og rétt að gefa þeim bara gott klapp. Þá séu stíginn að sviði. En eins og áður hefur komið fram þá luma Þingeyingar á fleiri listamönnum og það er hún Ásta Soffía Þorgeirsdóttir. Hún ætlar að stíga núna á svið, gjörðu svo vel, og hún ætlar að kynna sín lög og texta sjálf. Þannig að við skulum bara gefa henni gott klapp meðan hún stígur á sviðið. Hún þarf kannski örlítið tíma í tæknimálina því að það þarf að setja upp mikrofón fyrir hana, þannig að þetta ég að segja ykkur söguna að því menn eru ofta að metast á það með gáfur tónlistamanna, að það séu nú misjafnar og menn raðist kannski á hljóðfæri eftir gáfnavísitölu og stundum hefur nú verið sagt að trimblarnir eða trommararnir séu nú kannski með lægstu gáfnavísitöluna og þess vegna enda er á trommunum. Ég tekka fram að ég spila á trommur. En og harmoníkuleikarar, þeir náttúrulega þurfa að vera mjög hæfðir og að geta spilað bæði með hægri og vinstri, alveg sitthvert kórinn og nóturnar. En svona dæmisaga af þessu er svo að trommuleikari sem var að spila í Reykjavík, hann kom askvaðandi inn í stórt bókasafn, snarar sér þar afgreiðsluborðinu og segir hátt og skýrt: "Ég ætla að fá 1 hamborgara, franska kartöflur og kók." Og stúlkan á afgreiðsluborðinu sussar á hann: "Láttu ekki svona maður, þú ert hérna inn í bókasafni." Hann lítur í kringu sig og: "Já, fyrirgefðu. Heyrðu, ég ætla að fá 1 hamborgara, franskar og kók." En hún er tilbúin, gefum henni gott klapp. Komið nú blessuð og sæl og mikið gaman að vera með ykkur hérna á Ísafirði. Heyrðu, ég ætla að byrja á því að leika lag til minningar góðan vin minn, hann Didda Hall. En þetta er fyrsta harmoníkulandsmóti sem er haldið eftir að hann féll frá. Það eru kannski einhver hérna inni sem muni eftir þegar ég spilaði með honum á Hellu fyrir 2 landsmótum síðan. En Diddi var nefnilega alltaf svo góð fyrirmynd fyrir mig og hvatti mig mikið áfram. Og þess vegna langar mig að spila þetta lag sem heitir Kveld í Trollheimen til minningar hann.
Þakka ykkur fyrir. Við eigum það öll sameiginlegt hérna inni að hafa áhuga á harmonikunni og viljum halda henni á lífi og mér finnst þessina svo mikilvægt að ég myndi að halda í þá arfleið að harmonikan hljóðfæri og hefur verið hljóðfæri alþýðunnar og við erum svo mikið að spila þannig tónlist hér að halda í danstónlistin og þá hefð. En ég hef verið svona að fara aðeins lengra og búin að vera í námi núna í tónlistarháskólanum í Oslo, var að ljúka núna 3. ári af 4 í bachelornáminu. Þetta búin að vera virkilega gefandi tími, en það ég svo heppin finnst mér að ég geti stundu það sem ég elska að gera, sem að spila. Kennarar mínir úti heita Erik Bergin og Frúti Hatli fyrir ykkur sem að velta því fyrir ykkur. En þannig að mig langar í næstu 2 lögum að sýna ykkur svona aðeins hvers harmonikan megnu. Það eiginlega bara hægt að spila hvaða tónlist sem á harmonikan og sérstaklega þegar maður með svona skiptanlegan bassa, þá aukast möguleikanir ennþá meira. Og næst ætla ég því að spila Preludio Fugu í E-dur eftir Johann Sebastian Bach. En mér finnst líka alltaf bara svo gott að hafa Bach með mér á tónleikum. Hann búin að fylgja mér svo lengi og í rauninni hefur hann fylgt okkur öllu svo lengi eða tónlistin hans. Hann var nú fæddur hann 1685, þannig að komið vel yfir 300 ár sem bara magnað að tónlistin hans lifir áfram. En það hann svo gullfalleg og hérna fáið að sjá hvað hann var svo mikill snillingur í sem var að fletta saman laglínum og ég mun þú líka spila laglínur í vinstri hendinni. Gjörið svo vel.
Og núna ætla ég að leika fyrir ykkur annað verk sem mun nýlegra. Þetta heitir Passing 1 og eftir Martin Lose. Þetta skrifað árið 2011. En mér finnst þetta svo gullfallegt verk. Og ég fæ einhvern veginn svona upplifunina þegar ég spild og þið getið ímyndað ykkur hvað sem viljið að þetta svona myndin af læk sem rennur eftir fjallshlíð og sólin svona geislar á hann og það birtast mismunandi myndir af því að í þessu lagi þá svona líður þetta bara svona tær tónlist fallega áfram unni með sömu hugmyndina og manni líður eins og þetta bara sé endalaust og svo hverfur þetta svona og þannig að þetta svona eins og áhyggjulaus lækur eitthvað svona.
Þá ætla ég að ljúka þessu með íslensku þjóðlagi sem heitir Kvöld og tekur. Ég var á Siglufirði síðastliðna viku og þá þegar ég var að æfa mig á kvöldin þá gerði ég svona einfalda útsendingu á þessu lagi þegar ég horfði úr norður Siglufjörðin. Takk fyrir mig. Já, ég nú bara nánast orðlaus sem að gerast nú örsjaldan á ævinni þegar maður hefur heyrt og séð svona ungan listamann fara svona fögrum höndum harmoníkuna og þetta segir manni að til framtíða þurfum við nú ekki að kvíða velferð harmoníkunar eða því að hún mun eitthvað vera að leggjast á hliðina ef að svona ungi listamenn eru með þann metnað að fara svona vel með þetta skemmtilega hljóðfæri. En hún nú stungin á síðunni, ég ætlaði náttúrulega að gefa henni eitt gott klapp áður en hún er hún hérna einhvers staðar sem við sjáum til. Hún heyrir til okkar allavega. Það var glæsilegt hjá henni. En næstir stíga á svið Harmoníkufélag Ranga Inga og Selfoss. Ég ætla að biðja þau, gefa þeim gott klapp, þau eru svolítið feimin. Fá þau til að raða sig hér upp í sætin, ég ætla að kynna þau á eftir. Þau eru hér með myndarlegan lagalista sem ég ætla að renna aðeins yfir. Þau ætla að spila hérna fyrir okkur Æskuspor, höfundur Stefán Ármann Þórðarsson. Svo kemur Sirpa, Togararnir talast við, Fossarnir og Baujuvaktin, höfundur Svavar Benediktsson. Svo kemur undir Stórsteini, þar er höfundur Jón Múli Árnason. Túristatango, höfundur Óli Einar Adolfsson.
Svo kemur Nattur Sirpa, Ágústnótt, Gamla gatan og Sigling, það er að segja Blítt og létt, sem við þekkjum vel. Þetta er allt Vestmannaeyja slagarar eftir Oddgeir Kristjánsson. Svo kemur Skautapólki, það er eftir Lee Manner og Hillingar, höfundur Jóhann Bjarnason. Og með þeirra að koma sér fyrir, þá ætla ég að segja ykkur eina örstuttasögu af Framárunum góða sem að eftir að búið var að henda honum út af bókasafninu, þá koma við í hljóðfæraverslun náttúrulega og ætlaði að fara að versla sér, og þegar hann var búinn að skoða ýmislegt eftir til var í búðinni, þá kemur hann að afgreiðsluborðinu og segir við afgreiðslumanninn: ég ætla að fá þarna rauða lúðurinn og svo harmoníkuna þarna. Og verslunarmaðurinn lítur á hann og segir: já, ég get nú alveg selt þér slökkvitækið en ég get ekki selt þér ofninn. Erum við bara ekki klárir í slaginn? Segjum við bara eins og í útlandinu: let's rock and roll, gefum við þeim gott klapp.
Já, við þökkum Selfyssingum og Rangæingum fyrir frábæra tóna. Þetta var bæði fallegt, hulljúft og ekki síður stuðsveifla í þessu. Ég var hreinlega að halda mér þarna bara í stólinn á tímabili. Ég iðaði í skinninu og ætlaði að fara að bjóða henni Caritas upp í dans en ég náði að halda aftur að mér. En ég á þetta sannlega inn í hjá henni, 1 eða 2 dansa í kvöld. En næst komið að Harmoníkufélagi Héraðsbúa. Þeir eru nú ekki mjög fjölmennir, en kannski þeim færari, hver og einn sig. Ég ætla að... Já, þeir eru komnir þarna í röðina, sé ég, og við þökkum bara þessum ágætu tónlistarmönnum sem að stíga af sviðinu. En þá það sem sagt héraðsbúar sem ganga á svið. Svona meðan þeir að koma sér fyrir þá að því að horfa á Pétur Bjarnason vinn minn og félaga, fyrrum fagónmeistara frá Bíldudal og með meiru, hann að spila náttúrulega með Harmoníkufélagi Reykjavíkur eða var hér í gær, að rifjast upp fyrir mig þegar hann brosti áðan, skemmtileg saga af honum. Við eigum hér tannlækni sem heitir Viðar og hann lætur sér nú ekki allt fyrir brjósti brenna. Og þetta komið svolítið mörg ár síðan og samgöngur voru lakar á Ísafjörð og Pétur fór til Viðars og var alveg í vandræðum því að hann var mjög tannpínu í einhverjum jaxl og Viðar hafði lent í því neyðarlega tilfelli að sending af deyfiliðum hafði ekki skilað sér vestur. Þannig að hann bauð Pétri upp á þetta, hann sagði Pétur minn, ég sé að jaxlinn laus og það ekkert mál, ég skal kippa honum bara úr og þetta verður ekkert mjög sárt sko. Og Pétur féllst nú á þetta með svona semingi. En Viðar var með smá, hvað segir maður, trikk í pokahotninu sem hann vildi ekki segja Pétri frá. Hann var búinn að lesa sér til það í kínverskum fræðum að ef að menn fengju sársauka einhvers staðar annar staðar í leiðinni að þá myndi sársaukin í raun og veru ekki finnast. Þannig að hann var búinn að semja við klínikstúlkuna sem á góðri íslensku myndi það heita hræran að vera tilbúið með nál og hann leið og hann kippti sko jaxlinum úr, þá átti hún að stinga með nál í rassinn á honum. Og Pétur fór á bekkinn og Viðar mundaði sig við þetta og kom tönginni á og leið og hann rykkir jaxlinum úr, þá lét hún vaða í botninn á Pétri með títuprjónunum. Og það kom eitthvað svona smá æ. Svo þegar þetta var búið og hann fer að spyrja Pétur, já Pétur, var þetta nokkuð svakalega sárt? Nei, þetta var nú ekkert svo slæmt, sagði Pétur. En mingi handskotið lát rótin djúpt. En nú held ég komið bara deyfilyf og alltaf klárt þannig að þessi nálaða fer sannlega dottinum fyrir. En hér eru sestir harmoníkufélagar úr Harmoníkufélagi Héraðsbúa og þeir ætla að spila fyrir okkur hér nokkur lög og ég ætla að kynna þessa ágætu félaga hér. Mér sýnist nú að þeir hafi nú fengið lánaðan frá Hróbergi af Ströndum að strandamaður Sterki sé nú komið hér til sætis. Ólympíu farið með meiru. En hann býr víst vestur á, eða hvað séum, austur á Héraði núna. Það finnast ég hvar við erum staddir á landinu. Þannig að þeir hafa dregið þar góðan feng, austurringar. En Harmoníkufélag Héraðsbúa, það skipar Jón Sigfússon, harmoníka. Bjarni Hreinsson, harmoníka. Og áður nefndur strandamaðurinn Sterki, Hreinn Halldórsson, harmoníka. Og höfundur eins lagsins, Jónas Þór Jóhannsson, harmoníka. Og mér sýnist þið bara að vera klárir í slaginu, þegar ekki? Þá gefum þeim bara svona eitt gott klapp til að peppa þau upp og svo byrja þeir. Gjörðu svo vel.
Já, við þökkum Héraðsbúum fyrir ljúfa og fagra tóna. En samkvæmt dagskrárblaði sem ég með, þá víst einhver óvænt uppákoma núna sem að ég veit svo sem ekkert hver Þannig að, en áður en ég hleypi því atriði á svið, það nú gaman að segja frá honum Pétri vinni minn, hann svolítan æringi að þegar ég var að rifja upp þessa sögu með honum og Viðari hérna í tannlæknastólnum, þá fór hann að segja við mig, þetta var nú ekki neitt sko. Þegar ég var einu svona ferð til Færeyja sko, þá lenti ég nú heldur betur í því. Þá hérna fór hinn í axlina grassir á, ég þurfti að fara til tannlæknis í Færeyjum. Og ég segi, nú gekk það ekki slysalaust. Nei, ég svo skemmtilega heppinn að það var ekkert yfirlit til þar heldur. En færeyski tannlæknirinn var ekkert í vandræðum með þetta, skellti mér á bekkinn og stakk upp með einni blárri töflu, Viagra-töflu. Og sagði, ég kem svo eftir 5 mínútur. Og ég satt bara þarna stjarfur á bekknum og svo kemur hann inn eftir 5 mínútur í hvítum slopp með töngina og opnaði munninn. Og ég bara býtu, sagði Pétur, hvað ætlar að gera? Ekki á þessi Viagra-töflu að deyfa mig neitt. Nei, en þetta betra, þá hefur eitthvað til að halda í. Þessu ekkert logið, Pétur, við það. Þeir deyja ekki ráðaleysi Færeyingarnir. Frábært fólk í Færeyjum. En nú á að vera eitthvað óvænt atriði, nú bara ef við gerum að klappa og sjá hvað það gerist eitthvað. Hey! Þarna standa upp fögur fljóð, það eitthvað að gerast. Ég gef þeim bara eftir mikrofónin. Komið margblessuð og sæl. Ég var nú búin að ákveða hvað ég ætla að segja, ég bara man ekki neitt núna. Jú, það var þannig að við erum sem sagt með hljómsveit, kvenna hljómsveit og spurnin eftir henni hefur ekki verið mikil. Við erum að koma fram í fyrsta sinn, opinberlega. Það var þannig sko að þegar við byrjuðum að þá mátti maður ekki í hljómsveitinni spila á eitthvað sem maður gæti mögulega spilað á. Þannig að ég enda á trommum og þessar elskur hérna, við erum reyndar þurftum að fá eina sko, það var þegar við fattaðist að við værum að fara að tróða upp í alvörunni, þá brotnaði hljómborðsleikarinn á báðum höndum. Handlegsbrotnaði við báðum höndum og þannig að við fengum lánaðan hljómborðsleikara en hljómsveitin hét í upphafi 500 eða 5 bandstrik undur og svo þegar við vorum nýbyrjar að æfa þá sótti ég og aldrei fór í suður og fékk já að við mættum koma fram og aldrei fór í suður og ég var ekkert smá ánægð með það og fer á æfingu hjá stelpunum og segi við erum að fara að spila á aldrei og ég hef aldrei séð nokkuð falla í eins grýttan jarðveg og það sem ég sagði þannig að og það svo að kemur ekki til greina að við farum að spila á aldrei og ég segi alltaf þið eru aumingjar þúrið engu og þá breyttu þær nafnin á hljómsveitinni og núna heitir hún Margrét og aumingjarnir þannig að og stundum heitir hún aumingja Margrét og aumingjarnir en við ætlum að aumingjast í gegnum 3 lög og ég svo stressuð núna að ég man ekki hvað þau heita Herðu, það verður bara komið í ljós, gjörðu svo vel
boys. You don't own me. Don't say I can't go with other boys. And don't tell me what to do. Don't tell me what to say. And please, when I go out with you, don't put me on display, 'cause you don't own me. Don't try to change me in any way. You don't own me. Don't tie me down, 'cause I'd never stay. And don't tell me what to do. Don't tell me what to say. And please, when I go out with you, don't put me on display, 'cause you don't own me. Don't try to change me in any way. You don't own me. Don't tie me down, 'cause I'd never stay. I don't tell you what to do. I don't tell you what to say. So just let me be myself. That's all I ask of you. I'm young and I love to be young. I'm free and I love to be free to live my life the way I want to do and say whatever I please. You don't own me. Djarfur rúmpudansinn dunar nú, dönsum því ég og þú, tifum léttum gólfið til og frá, töfrar brá, logar frá. Er það draumur eða ert þú hér, en í kvöld heill með mér, armar þínir vekja ástarbál, unað smá, eld mín sá. Dönsum saman dagurinn rís, þótt nú virði sín minnist ég þín, og mín hönd leiðir hönd mína heim, út í hamingju keim. Við þinn fagra ljúfa augna uni ég þetta kveld. Moldin blá, mild og hljóð, kemur nótt. Dönsum saman dagurinn rís, þótt nú dylji sín minnist ég þín, og þín hönd leiðir hönd mína heim, út í hamingju geim. Við þinn fagra ljúfa augna uni ég þetta kveld. Drjúpir dögg á mjúka moldu skjól, milt og hljóð, kemur nótt. Drjúpir dögg á mjúka moldu skjól,
mitt líf legg ég að fótum þér. Allt mitt líf, vinur, þú ert hjá mér. Jafnt á sól okkur sveipar geislagnótt og þá stjörnur blika á dimmri nótt. Allt mitt líf örmum þig vefja við. Allt mitt líf veita þér byrt og yfir. Sér hvert tár blítt er af brá. Burtu með kossi þeirra má. Allt mitt líf elska þig ofurheitt. Allt mitt líf andartak hvert og eitt. Engan draum dýrlegri á en mega dvelja allt mitt líf þér hjá. Sér hvert